ef þið hafa lesið hvað slóðin inn á menntabúðirnar, þá þetta sem sagt verkfæri fyrir okkur kennara sem við deilum verkefnum til nemenda og þau vinna verkefnin og við aðstoðum þau í gegnum iPadin okkar, eða getur sem sagt skrifað leiðbeiningar til þeirra í gegnum okkar iPad. Og einnig þegar verkefninu lokið, þá getum við verið að fara yfir verkefnin þó svo að krakkarnir séu ekki innskráð og næst þegar þau koma inn í verkefnið, þá fá þau svona tilkynningu að það sé búið að skrifa á eitthvað af verkefninu þeirra. Það nokkur ár síðan ég kynntist ClassKick, kynntist ég á UTIS ábyggilega fyrir einhverjum 4 árum eða eitthvað svoleiðis og nota þetta alveg rosalega mikið. Ég var stærðfræðikennari lengi á unglingastigi í Dalvíkurskóla, nota þetta mikið þá með öllum bekkjum og það skipti lengur máli hvort ég var að kenna 7. eða 10. bekk, þeim fannst þetta öllum jafn skemmtilegt. Og núna eftir ég færði mig yfir í Giljaskóla þar sem ég kenni 5. bekk og kenni þá allar námsgreinar, þá ég farin að feta mig svona aðeins meira í að nota þetta í íslensku líka. Og ensku myndi ég ábyggilega líka nota þetta mikið í, en við erum líka að nota SISO Giljaskóli og það svona margir fítusar sem eru þeir sömu í SISO og ClassKick. Það hægt að vera að taka upp og annað. Svona helsti munur myndi ég segja á SISO og ClassKick að ég get séð allt sem að krakkarnir eru að gera í rauntíma meðan þau eru að vinna það. Að meðan að SISO sé ég bara þegar þau eru búin að skila inn verkefninu og ég get verið aðstoða þau í gegnum iPadin minn. Einnig rétta þau geta rétt upp hönd í gegnum forritið. Og ég hef bæði notað þannig að þau rétt upp hönd og ég aðstoði þannig gegnum iPadin. Sumir þurfa bara kannski smá aðstoð til þess að komast að stað í einhverju verkefni, en ég hef líka, ef þau þurfa meira aðstoð, þá bara stend ég upp og fer til þeirra eða labba á milli. Þannig að helsti munurinn á SISO og ClassKick að þú getur verið með þetta í, ert að sjá hvað þau eru að gera. Ég hef nýtt mér þetta þegar ég er með nemendur sem er kannski erfitt með stærðfræði og þeim finnst ekki gaman. Það er svolítið mikið stökk fyrir þá sem hafa kennt 4. og 5. bekk, svolítið mikið stökk á milli 4. og 5. bekk, og allt í einu að fara að skrifa upp öll dæmin og eitthvað svoleiðis. Þannig að ég hef alveg tekið tíma þar sem ég finn að einhver nemandi er alveg búinn á því og hann getur ekki skrifað meira og þá hef ég hent honum í ClassKick og hann er að vinna bara og ég get séð nákvæmlega sem hann er að gera á aðstoðan. Þá þarf hann ekki verið að skrifa upp allt saman. En ég ætla semst að gera tilraun að færa mig þannig að þið ættuð að sjá iPadin á skjánum á ykkur. Þarna. Svona. Þá sjáið þið sem sagt að þarna er ég komin inn í appið sem kennari. Og hérna eru bara verkefnin sem að ég á. Ég ætla að fara bara leið ykkur í gegnum það hvernig við búum til verkefni og hvaða svona valmöguleikar eru í boði þarna inni. Eins og ég sjáu þá er þetta mest stærðfræði hjá mér. Prófaði samt með íslenskuna aðeins í 5. bekk og fannst það að reynast bara mjög vel. Það er hægt að gefa einkunn fyrir verkefnin, það er hægt að gera stig á hvert verkefni sem þú setur inn. Þannig að ef við ætlum að búa til nýtt, þá einfaldlega fer maður í plúsin hérna upp í hægra horninu sem er svona, hvað segir maður? Það helsta í iPadinu, maður ítir alltaf hann plús. New blank assignment, og maður fær maður alveg tómt, maður býr til eitthvað nafn á það og þá kemur upp þessi kennara, þetta kennara útlit.
Það kom alltaf 3 glærur þarna fyrst til að byrja með, það er ekkert mál að bæta við fleirum og það er heldur ekkert mál að bæta við glærum þegar nemendur eru farnir að vinna í verkefninu. Þú ert ekki stopp í að þú gerir verkefni með 10 glærum í, þú ert ekki stopp. Ef einhver klárar þessi 10 verkefni þá getur þú bætt bara endalaust við. Og það gerir þú bara með plúsnum minna hægra megin í grænu línunni. Og þá bætast við bara sjá við fleiri. Til þess að búa til hvert og eitt verkefni, þá ýti ég á bara fyrstu glæruna og hérna uppi sjáu þið valmöguleikana sem í boði. Það er hægt að skrifa bara skilaboð, eða sem skrifa leiðbeiningar til þeirra, bara með venjulegum textaboxi. Það er síðan hægt, ég nota stundum línur til þess að skipta svona verkefnunum á milli. Ef ég er með 2 verkefni á hverri síðu, þá er ég með 1 verkefni hérna megin og 1 verkefni hérna megin. Hér er hægt að taka upp leiðbeiningar til krakkana. Þú getur lesið leiðbeiningarnar upp sem þú skrifaðir í textanum. Einnig hef ég notað þetta eins og í stærðfræðinni. Það er alltaf erfitt að meta hæfni við með að við getum lesið upp tölur og getum skrifað tölur sem við erum að gera. Svona án þess að gera það yfir allan bekkinn. Hérna getur þú sett inn leiðbeiningar. Ég hef notað þetta mjög oft þannig að ég les upp einhverja tölu og þau er sem að skrifa hana bara niður. Einnig geta þau fá líka upp þetta hérna merki þegar þau eru að skilin verkefni, þannig að þetta er líka valmöguleiki fyrir þau. Þau geta svara munnlega. Það er hægt að setja inn link. Ég hef ekki notað það. Síðan er hægt að setja mynd og þá er þetta að taka mynd af einhverju. Ég hef tekið mynd úr námsbókum. Ég hef tekið mynd bara af netinu til að setja inn þar sem þau segja hvað þetta heitir. Það er að setja inn mynd og þau útskýra hvað það heitir á ensku eða íslensku eða eitthvað. En mest hef ég notað þetta til að taka myndir af námsbókum og sett inn texta eða bara sett inn verkefni úr námsbókum eða eitthvað sem ég finn á netinu. Þetta hér hef ég ekki notað, hef ég bara ekki kynnt mér það. Þannig að ef það er einhverjum sem kann á Classkick og hefur nýtt sér þetta, þá má hann endilega segja mér frá því. Ég hef bara einhvern veginn ekki fundið þörfina fyrir það. Næsta við hliðina á sem heitir það er þetta hér. Multiply choice. Þar sem sagt, ef ég set það inn, þá koma upp valmöguleikarnir A, B, C, D, E. Mér hefur ekki þótt þetta fundist þetta að vera nógu skemmtilegt til þess að ég sé að nota þetta mikið. En ef ég ætla að nota þetta, þá myndi ég setja inn hérna B og ég setja inn bara hversu mörg stig þetta ætti að fá ef ég vill hafa stigin. Ít á save og þá kemur þetta bara svona á skjáin. Og ég þarf síðan að búa til hverjir eru valmöguleikarnir A, B, C, D, E, hver er spurningin og hver er valmöguleikin. Þannig að þau fá það upp, ég þyrfti að skrifa það á sjálft blaðið. Þannig að það sem ég nota mest þegar ég er að gera þetta, fyrir ef ég vill láta Classkick fara yfir fyrir mig, þá nota ég fill in the blanks sem er næsta til hægri og ég ætla að fara á næstu síðu núna og þá fer ég bara hér niðri, þar sem við erum með 1 af 4 stendur hérna og ég ýti á örna til hægri, þá fer ég inn á næstu síðu. Ef ég ýti á fill in the blanks heitir þetta, þá kemur svona lítill grænn kassi sem að nemendur síðan skrifa inn í og ég get hérna til hægri sett inn þau svör sem að eru rétt. Þannig að ef ég væri með, segjum bara að ég er með stærðfræði, ég setja 25 sé rétt inn, þá get ég sett stærðfræðidæmi hérna fyrir framann sem væri bara 13 plus 12 eru jafntog og þá þegar þau svara, þá ýta þau hérna inn í og skrifa 25 með lyklaborðinu. Og ef ég vil setja stig á þetta, þá ger ég það hérna niðri. Svona.
þetta segir sér pínulítið sjálft hvernig við búum til verkefnin. Þannig að mér langar eiginlega að sýna ykkur hvernig við leggjum verkefnin fyrir og hvað gerist í kennslustundinni þegar við erum búin að deila til krakkana. Þið sjáið hérna að hér stendur 1 stig og 1 stig af því að ég var búin að gefa það út að þessar glærur eða þessi verkefni væru með gefi 1 stig. Hér uppi í filters koma nokkrir valmöguleikar og já, ég þarf fyrst assign roosters. Það bekkirnir. Rooster bekkurinn eða hópurinn eða hvað þið viljið kalla það. Og þá vel ég mér hóp sem ég ætla að leggja þetta fyrir. Ef ég er að búa mig til nýjan þá ýti ég á create new rooster. Ef ég ætla bara að leggja þetta fyrir hóp sem ég er nú þegar með, þá myndi ég bara opna ég bara fyrir það. Leið ég opna fyrir, þá koma nemendur sem eru nú þegar í þessum bekk. Þið sjáið það hérna fyrir neðan, þá koma þeir svona gráir og nafnið er að koma upp. Sjáið þið, þessi nemendur eru inn í bekknum pröfa. Þið getið líka haft fleiri en 1 bekk. Eða fleiri en 1 bekk opinn á þessu. Þannig að ef þið búið til verkefni þá getið þið lagt það fyrir fleiri en 1 bekk í einu. Kóðinn sem þið sjáu hérna, AP8CZK, er kóðinn sem að þið gefið nemendum til ykkar. Þegar þau fara inn í appið sem nemandi, þá eiga þau að er beðið klasskód og þá setja þau þennan kóða inn og þau detta þá inn á verkefnið. Okkar útlit sem kennarar er svona. Við sjáum alla nemendurnar og við sjáum hvað þeir eru að gera. Það kemur hérna ef þeir myndi byrja að vinna, þá myndi það koma hérna ósérátt hérna inn á. Það sem að mér finnst, ef við förum hérna upp í filters, hægra megin, þegar ég er búin að leggja fyrir, þá koma upp valmöguleikar og yfirleitt er það þannig að allow peer helpers er opið. Og ég hef svona yfirleitt lokað þessu. Ef þið eru með það opið, þá sjá nemendur þá sem er að rétta upp hönd, en þeir sjá ekki nöfnið þeirra. Þannig ef að bara Guðmundur í bekknum mínum er að óska eftir aðstoð, þá sé ég að Guðmundi vantar aðstoð á glæru 2, en hinir nemendurnir sjá bara svona eins og þegar maður fer inn á Google-skjal og er ekki skráður inn á Google, það kemur bara eitthvað nafn á einhverju dýri, vantar aðstoð á dæmi 2. Þannig þau geta aðstoða hvert annað, en vita þá ekki hverjum, hvernig þau eru aðstoða eða hverjum þau eru að fá aðstoð frá. Oft finnst mér líka gott að því að sumir bekkirnir eru kannski stórir, en þú ert kannski bara með 2 eða 3 nemendur sem eru að vinna í verkefninu í einu. Og þá opnar maður á þetta hérna hide offline students. Þá koma ekki nemendur sem eru ekki að vinna í verkefninu. En þá ertu bara með yfirlit yfir þá sem eru að vinna. Síðan þegar þau fara að vinna, þá sjáum við hérna upp í hægra horninu að hér er hönd og leið og þau fara að rétta upp hönd, þá byrjar þarna og þú ýtir á það, þá færðu upp hverjum vantar aðstoð og það kemur bara réttri röð eftir í hvenær þau ýttu á þennan takka. Ég ætla að fara hérna inn í gamalt verkefni þar sem að nemendur voru byrjar að vinna og þið sjáu hérna bara þar sem að og þið sjáu núna hvernig þetta út kemur hjá kennaranum, hvernig hann sér hvað þau eru að gera. Hér uppi, og þið sjáu að hægra horninu, eru 2 sem að vanta aðstoð. Þau eru hætt að vinna í þessu, þetta er eldgamalt verkefni, þau eru hætt að vinna í þessu, ég get samt sem áður aðstoða þau.
Þannig að ég get ítt á þetta og ég fæ upp að Styrmi honum vantar aðstoð á dæmi númer 4 og Aldísi vantar aðstoð á dæmi númer 6. Ég get aðstoðað þau þó að tíminn sé búinn og þegar þau koma næst og logga sig inn á þetta verkefni, þá fá þau, ég minni þessi hérna megin hjá þeim, vinstra megin, þá fá þau svona notification eða sem tilkynninga að ég hafi aðstoðað þau á meðan þau voru í burtu. Þannig að ég hef bæði notað þannig að það kannski stundum löng röð þegar tíminn búinn, en ég hef náð að aðstoða þau eftir tímann og mér finnst líka rosalega gott að geta farið yfir verkefnin hjá þeim sem þau eru að gera og það get ég gert eftir tímann. Þannig ég þarf ekki að vera að gera það á meðan að tímanum stendur. Þegar að þeim vantar aðstoð, eins og þarna, Styrmi vantar aðstoð á númer 4, þá ýti ég bara á þetta hérna og þá detti ég semst beint inn á hans hans verkefni númer 4, þar sem hann vantar. Hann fær tilkynningu hérna upp í vinstra horninu að kennarinn sé teacher is helping og hann sér þá að ég er að aðstoðan. Þannig að annarkvort get ég aðstoðan, líklegast hefur spurningin verið, hvað þýðir summa? Þá get ég annarkvort labba til hans og sagt honum það eða ég get líka bara skrifað til hans skilaboð hér. Svona. Hér sjáum við, hérna eru það eru fleiri, það eru margir í þessum bekk sem fóru yfir þetta hjá mér, eða fóru í gegnum þetta verkefni. Það er hægt að sjá líka svona hérna, sjáum við þetta var Styrmir að biðja um aðstoð og ég sé það á glærinni hér. Þegar ég sé hann ætla að fara yfir þetta hjá nemendum eftir tímann, þá get ég sem sagt farið inn í, ég ætla að fara bara inn í hérna sem tómt. Hér sjáum við að það eru 13 verkefni í þessu 13 verkefni í þessu verkefni, við getum orðað þannig. Og hér get ég flakkað á milli verkefna hjá henni Aldísi eða hér get ég flakkað á milli nemenda. Og ef ég ýti bara upp og niður þá fer ég alltaf bara á næsta nemanda fyrir neðan. Þannig að það er mjög auðvelt ef þú ert að fara yfir, ætlar að bera saman eða eitthvað, að það er auðvelt að hoppa á milli nemenda. Og hérna leiðbeina þeim eða hvað sem er. Já, það eru 2 mínútur eftir. Þannig að ef það er einhverjar spurningar, þá megið þið annarkvort rétt upp hönd eða þetta var náttúrulega rosalega hratt farið yfir en bara svona ykkur til upplýsinga þá voru margir sem að fóru að nota þetta veit ég í Dalvíkurskóla og einhverju farin að nota þetta í Giljaskóla og flesti sem hafa farið að nota þetta hefur þótt það svo auðvelt að nota þetta. Þannig að þeir eru duglegir að nota þetta og það er einhvern auðvelt að komast inn í þetta og auðvelt að nota þetta með nemendum. Það þarf ekki að vera eitthvað rosalega tæknitröll til þess að geta nota þetta. Ég hef notað þetta svolítið eins og hér sjáum við það eru mörg dæmi í stik, það er svolítið talnalínu og mér finnst oft of langur tími í stærðfræðitímanum mínum farið það að teikna upp talnalínuna og það er ekki endilega færnin eða hæfniviðmiðið með stærðfræðitímanum að teikna upp talnalínu og þá finnst mér ótrúlega gott að þá er ég bara búin að ná mér í mynd af talnalínu sem að þau geta síðan nýtt í verkefnin. Þá er það bara screenshot úr talnalínu forriti. Það eru 2 spurningar í spjallinu. Já, ok, ég sé það ekki. Takk. Tjatt, þarna. Þau geta unnið þetta semst bæði í iPad og í fartölvu. Þetta er semst opið allstaðar. Þetta er app í iPadinum en í fartölvu er hægt að nota þetta sem semst inn á vefsíðunni bara classkick.com.
svo spyr Marta hérna, eru þið með sinn aðgang að þessu? Nei, ég hef verið með ókeypis útgáfuna fyrir kennara í þessi 5 ár sem að ég hef notað þetta, 4 eða 5 ár. Og þá, sem sagt, eru þau ekki með sinn aðgang. Þá loggaðu þau bara inn á sama nafni og þau gerðu síðast. Þannig eins og ég sá áðan að Aldís hafði einu svona loggað sig inn með einhverjum emojis og eitthvað. En þau læra það strax að þau vilja ekki týna verkefninu sem þau gerðu síðast. Þannig að þau fara bara að nota nafnið sitt. En ég var bara að kaupa aðgang sem kennari og þá fá þau líka sinn aðgang. Ég fæ sem kennari fæ ég aðgang, nemenda aðgang fyrir 200 nemendur og þá notaði Google netfangið sín eða Giljaskóli netfangið sín til þess að koma inn. Hægt að tengja bekki í Classroom, ég hef bara ekki reynt það. Bara því miður veit ég ekki svarið við því. Ingileif, þú varst með uppleita hönd. Já, ég ætlaði að setja í spjallið. Þú mátt alveg svara spurningunum fyrir. Já, ok. Ég sé ekki að tefja. Ok. Aðgangurinn fyrir kennara, hann bara eiginlega þarf ég að skoða hvað hann kostaði. Það var $7.99 á mánuði ef ég borgaði allt árið í einu, annars $10.99 á mánuði ef þú tekur bara 1 mánuð í einu. Síðan getur skólinn keypt aðgang fyrir, ég man ekki hvað marga kennara og upp í 2000 nemendur eða eitthvað. Og það kostaði 150.000 árið fyrir það, sem að mér fannst ógeðslega mikil peningur, en svo þegar maður búinn að heyra hvað skólar að borga fyrir prentun á mánuði, þá það ekki droslega mikil peningur. Þannig að já, Arna, hvernig sendir maður link að verkefninu ef við höfum ekki aðgang að iPad, þá það bara alveg eins með klasskóðan ef þau eru með inn á vefsíðunni. Þau fá alltaf bara upp gluggann, sem sagt, ef ég fer bara út fyrir hérna, logga mig út, þá get ég sýnt ykkur. Sjáu þið iPadið minn núna? Já, þetta alltaf það sem að nemendurnir fá, og þau fá þetta líka þegar þau eru á heimasíðunni, ef þau farin á classkick.com og ef þau fari í login as student, þá þetta síðan sem að þau fá upp. Og þá setja þau bara kóðan sem ég sýndi ykkur í klasskóð, og leið að þau skrifa hann inn, þá kemur bara að þau setja nafnið sitt inn. Já, ok. Ok. Já, ég nefnilega, dóttir mín fær þetta svo oft í heimanám. Já. Og þá þarf hún ekki að gera kóðan, heldur bara nafnið sitt. Þá kóðin á. Og þá erum við ekki að hluta. Þess vegna var ég veltið. Já. En fær hún þá linkinn sendan? Já, þá kemur linkurinn bara í tölvupósti. Já. Þá færðu þess vegna var ég veltið þessu fyrir mér. Já, nú skil ég hvað þú ert að meina. Já, því ég hef ekki notað það þannig. Nei, þetta nefnilega nota mikið í síðuskóla í 5. bekk sem heimanám. Þetta svona. Þess vegna var ég spáði. Já, ef þú sér núna, ef ég inn í verkefnunum mínum og ef ég ít 3 punktana, þá kemur hér. Og þá næ ég ábyggla, hér næ ég í linkin. Já, ég skil. Heim. Okay. Frábært, takk fyrir. Yes. Ok. Eru það einhverja fleiri? Ætla að segja ekki bara, Ingileif hafi verið að minna á að meta mentabúðirnar inn á þessu Google Forms. En ef ykkur vantar, ef þið viljið fá einhverja aðstoð, þá bara minnsta málið að senda með tölvupóst. Það bara guðríður@giljaskoli.is og ég skal bara reyna að aðstoða ykkur eftir bestu getu. Annars held ég að, já, ég kom 5 minútur fram yfir tímann, sagði ykkur ég myndi aldrei ná þess að 20 mínútum. En já, annars þakka ég bara kærlega fyrir.